Gott kvöld, Birgir Þór heiti ég og næsta hálftíman eða svo ætlum við að fylgjast með Íslandsmótinu í torfæraakstri en það hófst á laugardaginn var og það var Jakob Björnsson bæjarstjórinn á Akureyri sem setti mótið og ræsti fyrsta keppenda. Sigurður Jónsson var fyrstur keppenda á stað í götubílaflokki. Við ætlum að fjalla betur götubílaflokkin næstkomandi mánudag því ekkert er að gerast hjá akstursstjórnarmönnum þá helgina. Þannig að við höfum nægan tíma og einbeitum okkur að sérútbúna flokknum. En að auki torfærinnar var keppt á vélsleðum og í körtuakstri, smábílum. En hér er kominn Gísli G. Jónsson, hann var með rás númer 1 í þessari keppni. Hann átti Íslandsmeistaratitilinn nánast vísan á síðastlinu ári þegar að síðasta umferðin hófst á Hellu en hann gluttraði því út úr höndunum á sér í fyrstu þraut. Og hann fer hér fyrstur í fyrstu þraut. Bakkar þar fjúka 40 stig og snertir síðan eitt dekk þarna leið sinni upp en missir allan hraða og kemst ekki alla leið og fær aðeins 150 stig af 300 mögulegum. Dýrkeypt 150 stig sem tapast þarna. Með rás númer 2 er Íslandsmeistarinn frá í fyrra, Haraldur Pétursson. Hann ekur kjörisbílnum en Gísli ekur makkanum, ekki kókimjólkinni lengur. Og Haraldur alltaf ákveðinn. Hefur undirbúið sig vel undir þetta keppnistímabil og lagt mikla áherslu á það að bílinn sé í góðu lagi. Og sjá þetta, hann fer nánast sömu leið og Gísli en án þess að bakka og án þess að snerta dekkin og klóra sig hér upp á bakkan alla leið og fær 290 stig. Við skulum nú sjá hvernig þetta lítur út hjá honum borð. Það eru talsvert meiri átök heldur að reikna með. Þessar myndir að vísu svarthvítar. Ég vona að þið takið viljan fyrir verkið en það bílaði hjá okkur ein leiðsla á milli myndavélar og upptökubúnaðar en við lofum að kippa því í liðin fyrir næstu torfæru. Skemmtilega myndir þarna. Þá var það Gunnar Egilsson, hann ekur svalanum eins og í fyrra. Ók oft á tíðum vel á síðastlinu ári en tekur hér dekk. Hann er greinilega ekki alveg með hugan við aksturinn. Það er búið að breyta reglum aðeins þannig að snerting eða akstur yfir dekk og sjáu þetta, hann fer bara út braut, þýðir 20 stig mínus en ekki 40 og 60 og hangi 2 hjól inn í brautinni að þá fá menn aðeins 50 stig mínus. Það er ekki fyrir en að 1 hjól er fyrir innan að refsingin verður 100 stig. Og Einar Gunnlaugsson sigraði í Greifatorfærinni 1992, 3 og 4 og var Íslandsmeistari 1994 en varð að láta í minnipokann fyrir Gísla og Haraldi á síðustlinu ári. Og sjáðu hvernig hann fer upp hér á afturhjólunum. Hann er á stærri dekkjum heldur en keppinautar sínir að aftan. Hann er eini keppandinn sem ekur með svo kallaðar ausur bæði að framan og aftan. Aðrir keppendur vilja meina að ausur að aftan grafi bílinn niður og koma honum ekki þangað sem til er ætlast. En hann fer hér upp og fær 290 stig. Hann jafnar Harald Pétursson, það var að Gunnþór Jónsson á Billy Boy nýliði. Og þetta er farið meira af krafti en lægni en þannig er það stundum með nýliða og hann á örugglega eftir að læra mikið. Hann fær 130 stig og það er ekki laust við að sá sem þetta talar og tók þessar myndir hafi verið svolítið á báðum áttum hvort hann ætti að standa þarna eða einhvers staðar annar staðar. Þá er það Ásgeir Emil Allansson og hér gefur sig drifbúnaður í bílnum og hans þáttaka í þessu móti varð ekki lengri. Þá er það Jón Aðalsteinn Gesson á Miss Piggy. Hörður Sigurðsson ætlaði að keppa á kjúklingnum en náði ekki að komast einu sinni í fyrstu þraut vegna bilunar. En Jón Aðalsteinn fær 200 stig hér. Þá er það Sigurður Axelsson. Fríða Greis orðin léttari. Yfirbyggingin er öll úr plasti og talsvert sterk. Sigurður átti misjafna daga á síðastlinu ári.
En hann fer hér upp á afturhjólinu rétt eins og Einar. Glæsilega gert hjá honum. Og Sigurður fékk 275 stig. Það var að Þór Þormar. Hann ók í fyrsta skipti í torfæri á síðastlinu ári. Ekkur Pizza 67 bílnum. Læðir sér hér skemmtilega á milli dekkjana. Og þarna var ég svolítið smeykur að hann kæmi niður og tók að það ráð að færa mig. Það var að Rafn Harðarsson á kisa. Þór Þormar fékk 190 stig fyrir þessa fyrstu þraut. En hér vantar greinilega afl og hann fær ekki nema 170 stig. Og þá er það Jón Árni Þórðarsson. Hann er ykkur í viðhaldinu eins og sjáum á. Það verða eknar 5 umferðir í torfærinu í sumar í Íslandsmótinu. 4 bestu umferðir hjá hverjum keppenda telja til úrslita. Þannig að það er ekki allt tapað þó að menn verði undir í þessari fyrstu umferð. Og loks kemur hér svo Gunnþór Viðar Sigþórsson á frissa fríska með nýjan mótor í þessum bíl sem sérstaklega er keyptur frá framleiðanda sem framleiðir vélar fyrir keppnistæki, en einhverju hluta vegna þá náðu þeir aldrei þeirri orku út úr þessum mótor sem að var stefnt. En reyndu þó mikið. Þá var það þraut nummer 2. Gunnar Egilsson fer fyrstur. Gunnar var í 5. til 7. sæti eftir fyrstu þraut með 190 stig. Fór óagað yfir nokkur dekk. Og hér vantar alla ákveðni. Og hann fær ekki nema 160 stig. Þá var það Einar Gunnlaugsson. Einar var í fyrsta til öðru með Haraldi. Snerti hér dekk, þar tekið 20 stig. En hann fer alla leið. Tapar hins vegar 40 stigum á dekkjum og fær 260 stig. Það var Gunnþór Jónsson. Það vantar svolítið afl hér. 210 stig fyrir hæðina og 20 í mínus. 190 stig, það var að Jón Árni Gesson. Hann var í 4. sæti eftir fyrstu þraut með 200 stig. Og þetta er stopp. Þar tapast 10 stig. Svartur reykur bendir til þess að blandan sig kannski ívið og sterk. Og svo fer hann bara hér út fyrir braut og hverfur yfir öxlina inn í viðgerðarhlé. Þá var það Sigurður Axelsson. Var í 3. sæti með 275 stig af 300 mögulegum. Og hann fer hér alla leið og fær 290 stig, kom með 565 og heldur öðru sætinu. Og þá er það Viðar G. Sigþórsson, hann fór aftur fyrir í fyrstu þraut. En það má heyra það að það er ekkert afl sem þessi vél skilar. Og Rafn mætti ekki, Þór Þormar mætti ekki á réttum tíma í brautina. Rafn Harðarsson kominn hér. Og hér vantar greinilega afl líka snerpu í vélina, hún skiptir máli. Þá er það Gísli G. Jónsson. Hann fékk ekki nema 150 stig út úr fyrstu þraut. En fer hér upp og fær 270 stig. Þá er það Haraldur. Sjá hvort að hann fer þetta refsilaust. Og það gerir hann. Og þetta er greinilega létt þraut. Það er fyrir tilstöðlan Canon og Sparisjóðs sjóðanna að við getum sýnt ykkur myndir innan úr bílunum og vonandi lit í næstu keppni. Þá er það þraut nummer 3, þar fer Gunnþór Jónsson fyrstur. Það er 190 stig, þá er það Sigurður Axelsson. Gesson mætti ekki þarna á réttum tíma og Sigurður fær 290 stig.
Þá er að sjá hvað Viðar gerir. Nei, Frissi er greinilega ekki frískur að þessu sinni og hann fær aðeins 180 stig, er í 5. sæti þó með 530 stig. Þá er það Rafn Harðarsson og sjáu þetta, næstum því alla leiðina upp en missir bílinn út á hlið. Hann fær þó 200 stig hér og er komið með 540 stig og er í 7. sæti. Sjá einu hvað Gísli gerir. Hann veltur hér næstum því, bjargar sér hér listavel með gjöfinni og fékk stórt og mikið klapp frá áhorfendum. Nú voru fjölmargir á þessari fyrstu umferð Íslandsmótsins. Já, þetta hafa menn lært og þá er að sjá hvað Haraldur gerir. Þetta er spurningin um það að hitta hliðið sem Haraldur gerir, leggst þó niður á dekkið í endahliðinu og klóra sig áfram, stórglæsilegt. Og sjáu þið nú átökin í þessu. Já, hann bíður bara sallarólegur og hann fékk hér í þriðju braut 290 stig. Þar var 10 stigum á að snerta þetta dekk sem hann lagði stofan á. Þá er að sjá hvað Gunnar Egirsson gerir. Það vantar hraða Gunnar, hraða. Nei, Gunnar er ragur í dag og hann fær aðeins 150 stig, er með 500 stig. Hér á 3 þrautum er lokið og í 8. sæti. Einar Gunnlaugsson, hann er að berjast um 1. sæti við Harald Pétursson og Sigurður Axelsson. Já, ég veist nú að hafa sloppið við það að fá refsingu fyrir dekki sem hann snertir hér því hann fær 300 stig fyrir þessa braut og er komið 850 stig. Einar mun ákveðnari heldur en á síðastliðnu ári. Þá kemur hér Þór Þormar, þurft að fara aftur fyrir og er í 11. sæti. Og Jón Árni Þórðarsson á sprungnu hér. En hann ætlar ekki að fórna dekkinu alveg. Og þá sjáum við hér stöðun eftir 3 þrautir. Haraldur Pétursson með 590 stig, Sigurður Axelsson í öðru sæti með 565, þá Einar Gunnlaugsson með 550 og þessi 3 berjast um 1. sætið. Gísli G. Jónsson er í 4. og Viðar Sigþórsson í 5. 4. þraut. Stefnan er rétt núna en Sigurður fer ekki hærra en þetta og Sigurður fékk 180 stig. Og þá er Viðar komið hér, búið að vera að vinna í bílnum og reyna að koma vélinni á einhvern snúning. Það kemur fyrst í ljós þegar hún þarf að skila einhverju afli hvort það hefur tekist. Nei, verri ef eitthvað er. Það gengur betur næst. Þá er það Rafn Harðarsson. Hann var í 7. sæti fyrir þessa þraut. Nei, það vantar hraða hér. Og Jón Árni Þórðarsson á sprungnu áðan og er greinilega eitthvað ragur við þessa brekku. Þá er að sjá hvað Gísli gerir á makkanum. Spurning hvort hann hittir á hliðið. Við sjáum það að Gísli er ekki á öflugu dekkjunum að framan hér. Hann sagði mér eftir keppnina að það hefði komið á honum á óvart hversu aflmikill bíllinn er. Og sjáu þetta, hér ætlaði Gísli til þess að framhjólinn gripu í og hann næði hér hægri beygju í miðri brekku. En hann reisti sig bara upp á afturhjólinu og fór því bara beinustu leið. Hér sleppir hann framhjólunum. Og hann fær því ekki nema 200 stig af 300 mögulegum. En hann hangir þó ennþá í 4. sæti með 850 stig. Gunnþór Jónsson með 785 í næsta sæti og eftir honum. Og Gísli situr sallarólegur inn í sínu búri, spenntur, fastur í öryggisbeltin.
sem hvað eftir annað hafa sannað sig í mótorsporti og sjáuði nú stólinn sem hann situr í. Hann er sérstaklega gerður til þess að verja líkamann fyrir höggum með því að láta hann sitja í sætinu. Haraldur krækir hér báðum hjólum í gegn. Vel gert hjá Haraldi. Tapar þó 50 stigum í þessari þraut. Það er 250 stig, er áfram einn efstur með 1130 stig. Þá er það Gunnar Egilsson. Já, glæsilegt. Þá var hann kominn í gang. Einar Gunnlaugsson. Einar var 30 stigum á eftir Haraldi fyrir þessa þraut. Snerti þarna eitt dekk. Læði sér síðan snirtilega upp á brúnina og minnkaði munin í 15 stig, er með 1115 stig og kominn upp fyrir Sigurð Axelsson, er í öðru sæti. Og hér læðir Gunnþór Jónsson sér upp, það er 175 stig. Og þá er það Jón Gesson. Nei, hann hittir ekki frekar en Gísli og fer svo bara fram af hinum einn. Og Þór Þormar mættur aftur. Það voru nokkri keppendur í þessari keppni sem áttu í hinu mesta basli með bílana sína. Og hér er nú Þór Þormar heppinn að velta ekki. En Þór fékk hér 150 stig og við förum í 5. þraut. Og enn og aftur kemur Viðar Sigþórsson hér. Þarna á að fara upp og þarna er þrautin það bil hálfnuð. Þór Þormar. Viðar fékk 120 stig. Og Þór 110 af 300 mögulegum. Viðar er enn í 7. sæti en Þór í 11. sæti. Og það var það Rafn Harðarsson. Og hann klórar sig hér hærra en aðri keppendur og klifrar upp í 5. sætið. Og Jón Árni Þórðarsson. Það er eins og þið heyrið margir nýlegar í þessari keppni. Og þeim á örugglega eftir að fara mikið fram. Og eins og sjá má þá snjóaði örlítið á Akureyri á laugardaginn var. Kannski kaldasti dagurinn á þessu vori. Og sjá hvað Gísli gerir. Hann var í 4. sæti með 850 stig. Þetta laga stöðu sína ef hann fer hér upp og klárar þrautina. Hún er erfið brekkan. Já, hann fær þó 180 stig. Og Haraldur, sjáum að Haraldur er á öflugum ausudekkjum eins og þeir kallaða að framan en skóflum að aftan. Þannig stýri bílinn best hjá honum. Hann var í fyrra á ausum að aftan en þá gróf hann sig mikið niður og hér fær Haraldur 170 stig. Þannig að Gísli dregur heldur á hann. Og Gunnar Egilsson, hann finnur bara vitlausa leið. Sleppir hér fyrsta hliðinu. Og dómari vísar honum út úr brautinni. Þó Gunnar hafi vaknað í síðustu þraut að þá greinilega sofnaði hann hér aftur. En eins og ég sagði áðan, það eru 5 umferðir og 4 bestu hjá hverjum keppanda að telja. Þannig að þetta er ekkert búið þrátt fyrir að Gunnar sé neðarlega. Hann á enn möguleika á fullu húsi stigi til Íslandsmeistara og leggur sig örugglega allan fram í næstu keppni. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Hann á möguleika á að fara upp fyrir Harald hér í næst síðustu þraut. Hann fer rétta leið. Gunnar Egilsson fór vinstra megin við þetta hlið áðan. Nú er spurning hvort að Einar reynir að skera þennan stall sem hann er að koma að núna. Nei, hann ætlar bara að reyna að beygja upp. Þetta er vonlaust. Og hann fær 170 stig eins og Haraldur, þannig að munurinn er óbreyttur, 15 stig fyrir síðustu þraut. Þá er það Gunnþór Jónsson. Já, hann kemur nú bara niður aftur, fær aðeins 30 stig. Jón Aðalsteinn Gestsson.
Og nú bara að taka þetta á fullri ferð og komast upp Jón. Og sjáu hvernig það reynir að skera öxlina hérna. En kannski vegna þess að bíllinn ekki með nógu langa fjöðrun að þá kastast hann frá. Það var góð hugsun. En við höfum nú svo sem séð þetta áður til Jóns, þar sem hann fer veltu og brýtur undan eitt hjól eða svo, gjarnan að framan. Alltaf gaman að Jóni í keppni. Það var Sigurður Axelsson. Sigurður var í 3. sæti með 1035 stig. 95 stigum á eftir Haraldi. Og hann veltur þarna rólega eitt hring og plastið í byggingunni breyti sér ekki neitt. Þannig að hann kemur óbyglaður út úr þessari veltu. En hann áfram í 3. sæti. Hann fær hér 170 stig, rétt eins og Haraldur og Einar. Það var að síðasta þraut, tímaþraut. Þar gefin 300 stig fyrir 1. sætið í tímatalið, 270 stig fyrir 2. sætið, 250 fyrir 3. Og Gísli G. Jónsson gerði sér lítið fyrir og tók hér besta tíman og snerti aðeins eitt dekk í tímaþrautinni. Fékk því 290 stig af 300 mögulegum og lauk keppni í 4. sæti með 1320 stig. Í öðru sæti var Einar Gunnlaugsson og í 3. sæti var Sigurður Axelsson, en sigurvegari í keppninni var Haraldur Pétursson, Íslandsmeistari frá í fyrra, endurtók því leikinn. Hann hefur keppnistímabilið með fullu húsi stiga. Og það nú svo þegar maður horfir á tímaþrautirnar frá þessu sjónarhorni, þá virðist þetta ekki vera mjög átaka mikið. Haraldur hittir illa hér á eitt lið. Í næsta þætti munum við sýna frá götubílaflokki og við munum sýna frá vélsleðamóti sem framfór á Snæfellsjökli helgina og smábílakappakstri sem framfór á Akureyri þennan sama dag. En nú skulum við virða Harald fyrir okkur inn í bílnum í tímaþrautinni og þetta talsverð átök. En þetta verður örugglega skemmtilegt mót í sumar. Hér eru þeir Sigurður Axelsson og Einar Gunnlaugsson og Haraldur Pétursson á palli. Þeir þrír ásamt Gunnar Egilssyni og Gísla G. Jónssoni eiga örugglega eftir að berjast hart Íslandsmeistaratitilinn og aldrei að vita nema Viðar G. Sigþórsson blandi sér í baráttuna.